Herri, já, með þessa klippingu sem þú skutlaði mér í ég held stundum að ég hafi meiri tíma en ég hef og það ótrúlega grilla að fara í klippingu og eins og þú segir, hringi í gaurinn ertu laus? Má ég skal aðeins útskýra það sem að gerðist að við vorum að klára að taka upp þátt og ég skuldlaði heima, hann herri, býða aðeins hringir í klipparna sinn og áttu nokkuð lust eitthvað tíma núna og hann já, ég get komið þér að og ég skuttla Gauta til hans, hann fyrir klippingu og í miðri klippingu stendur Gauti upp og ég hef eitthvað tíma fyrir þetta og fer eitthvað allt annað ok, nú ég búin að útskýra það sem mér fannst smellið þetta basically þannig býtu fékkstu eitthvað síntal í stólunum eitthvað þú átt að vera á fundi eða eitthvað nei, það sem gerist að Halli á Barber, mega sjátt á það okkar maður dýrka fokkin Halla maður Barber á Laugavegi þetta bara frí auglýsing fyrir þá af því að þeir eru brilliant þetta bara eitthvað svona dude swipe samt pýr með alveg komið klippingu líka en ég fer þetta smá svona já, það eiginlega alltaf einhverja pýr hjá Grjóna í klippingu og síðan eru svona handrukkarar í klippingu hjá Halla það þetta rétt, og við og sem gott joke handrukkar alltaf fáránlega swagged out, lítið vel út fresh cut og það sem ég geri alltaf að því ég er alltaf að sníkja klippingar og klippingar, við getum kallað þetta skeggsnirtingu ég kem til hans og síðan býð ég bara þangað til að einhverju búinn og ef það myndast bil þá fæ ég að hoppa inn og ég sem sagt hafði klukkutíma frá ég vorum að taka þáttinn og fyrir klippingu og í miðri klippingu ég var búin að vera að bíða hann lengi og ég var búin að hringi í Jóhannu og ég sagði hvernig þær eru komin heim kort í að því að hún þurfti að fara eitthvað í skólan eða eitthvað og klukkan það var bara 5 mínútur eftir og hann byrjaði að raka mig og ég var gett órólegur sem var ógeðslega skrítið að vera eitthvað hei, áttu lausum tíma, má ég aðeins koma og síðan bara, herðu, ég þarf að drífa mig ég hef ekki tíma fyrir þetta ég þarf að drífa mig líka sko, einmitt þú jökla með svo fyndna hluti líka þegar Jóhanna einmitt að fara bara í vinnuna eitthvað, ég veit það ekki og þú ert bara á einhverju klippistofu sem þú hefur engan tíma fyrir og þarft í raun ekkert að fara í ég var komið svo setur eitthvað heimilislífið og bara á hliðina að þú ert eitthvað tjúttir það er orðið óvandalegt fyrir maður eitthvað að cancela núna hann að gera mig ekki eitthvað greið ég vil ekki særa hann já, alveg talað maður þarf að, veistu hvað perfect líf væri að hætta að vera meðvirkur með einhverju en ég var ekki að hitta Halla að því að meðvirkur ég var komið með svo ógeðslega sýtskegg að því að ég bara fólk hlýtur að hafa tekið eftir því allan að þeir sem hafa hort á YouTube-vídeóna þú ert búin að vera mjög skringilegur ekki eins og fólk þekkir þig kannast við þig það er ekki þessi ferskemsi gautið og ég veit nú, ég er nú bara að segja ykkur en við mögum ekki tala ég er að leika já og er ég að leika í bíómynd, er ég að leika í þáttum, ég ætla ekki að tala það, en ég er búin að vera að safna hann er í karakter já, ég er búin að safna skeggi fyrir hlutverk og ég gjörsamlega fucking hata að vera með skegg en ég er ekki búin að geta að tala það því ég má ekki tala í hverju ég er að leika og þetta er bara búið að vera þetta er eiginlega bara búið að vera smá helvita á jörðu og veistu hvað mér finnst vest vini mínir, svona nánustu vini mínir alveg, já, akkur er svona skeggjaður fucking raka þetta, þeir sem ég þekki svona aðeins lítilega eru svona ég sé þér horfa skringilega já, þú veist, fólk tekur eftir og ég með þess að fengja eitthvað svona af hverju er Gauti með þetta skegg? Hvað dýtur Gauti voru hann eitthvað skrítinn? Og ég veit að ég er núna ég er með smá yfarskegg og ég mynd félagi minn, félagi okkar sagði við mig djúðlur þið Gauti orðinni skrítinn eftir þið fengið þetta fucking podcast maður ég er eitthvað svona með smá sprell Gauti minna sprell hann í karakter methodaktor ég gæti að raka mig að því að ég er smá bið á tökum fyrir síðan aftur í tökur en ég þarf að safna aftur ég er að safna aftur núna ég bara raka það og ég panikaði sko því ég hugsaði, ups það eru 7 dagar í tökur hvað vext það rætt? En síðan sendi ég á pródúserinn og hann sagði bara, hei
engar ágjör, þú ert með alveg nóg skegg og það nægur tími eftir en ég þori ekki að raka mottuna sem er svona þykka mottu núna og mest ótrúlega fyndið þegar fólk manstu þegar ég var alltaf með mottu ég var ekki alltaf með mottu ég var ekki að raka mottu, það kom bara motta Þú meina það? Skeggið á mér óks bara þannig kom bara lítið hliðanar lítið hérna, ekkert hérna á milli og bara thick fucking motta þetta er solid fucking motta sko fólk var alltaf flott motta góð motta, eins og þú væri að vinna með eitthvað look eða eitthvað svona I feel the look, djarfur það þú ekki allir að fara í mottuna en þú gerir það og þú ég þurfti að raka daginn af því að daginn gat ég krullað ég gat krullað um töframannskegg á mig og þá var ég bara, herri hingu ekki lengra ég er orðin allt sem ég hata segðu mér, þú hefur verið mikið skegg er það ekki? og sko, alveg þannig að þú geti flettað það nei, sko ég er alltaf með skegg af því að þegar ég byrjaði að fá skegg þegar það byrjaði að myndast á mér ég er bara búin að vera með skegg síðan það byrjaði að myndast á mér af því að ég var hræðilegt hvernig ég orðið þetta á þess að hljóma svo fókin aumingi mér fannst ég var þetta kallt í framann? Nei, ég var með það var svona spurningum sjálfsálit og ég var með lélega sjálfsmynd að mér fannst ég ljótur án skeggsins bærilegur með skeggi þannig að ég fór að vinna með þetta líka bara svona til þess að bæði mér bara finnst skegg nice en þetta var líka svona til þess að cover up my ugly ass face Nú vil ég segja rétt Mér finnst þú ekki verið með ljótt Nei, mér finnst ég mjög sætur í dag ég er búin að vinna í sjálfum mér og allt það en ég er samt ennþá með skegga því mér finnst það bara cozy sko Ég tengi svo við þetta Ég held að tengi margir við þetta Já, og líka að vera yngri og sko frá svona 15 til kannski 20 þetta mismunandi fólki en svo 15-20 þá var ég bara lítið svona út er þetta ég og maður bara líka í undarlegum hlut, þú er svona úlingaljótur allan aðan þegar út 15 ára, þú ert í skrýtnum hlutföllum og ég var bólugræn fucking bólugræn Þú varst bólumaður Já, mikill bólumaður, mikill bara Þú í dag, það er ekkert það er ekki scars Nei, það er ótrúlegt ég þurfti alveg að vera að taka sterk lyf og allt það bara til þess að losna við þetta, en nei, ég er ekki með ekki að díla við neinn þannig, svona til þess að tala sko ég var alltaf svona heavy bólugræfin hérna á enninu Fórstu á lyf eða eitthvað? Nei, ég var bara með trikk ég sauð alltaf vatn sauð vatn Já, sauðst ég saug vatn og setti svona hangklæði yfir hausinn á mér og bjóti gufubað og síðan var ég bara eitthvað að reynsa mig sko bara svona eitthvað spa-day Já, nema bara bókstæðlega spa-day í Flúðaseli Breiðholtinu bara yfir einhverju heitri hellu sko. Já, einmitt þú eitthvað þú andlitaður í vaskinum eitthvað þú lítur upp pappiðin mættur Ég bara þú andlitaður með einhverjum potti og sem var hann örgulega ekki þrifin og sem bara borðið við grautur sem kvöldið Já, ég er mjög mikill aðdáandi þess að fara bara þú veist, ef það er eitthvað vandamál og í staðan fyrir að þú veist einmitt svona díla við það sjálfur og eitthvað, þá bara, þú veist eitthvað svona vinna í sjálfur mér og einmitt eins og þú bara halda andlutinu hreinu og eitthvað gera þetta, ég fæ bara þetta læknir sem er ekki eitthvað til við þessu, þú veist er ekki einhver svona shortcut, ég nenni ekki að vera eitthvað vinna ég nenni ekki að vinna í mér í eitthvað, þú veist mánuðu saman eitthvað, ég bara er eitthvað líf sem ég get fengið, sem að bara ég fæ results bara immediately Þetta meira bara versta leið í heiminum Já, það virka ágætlega fyrir mig ég er ekki með bólur og engin ör og... Þú ert líka 30 og 20 ára í dag Já Þannig að það er ekki síðan En með það skegg, mér fannst líka svo mér fannst eitthvað svo ég veit það ekki, oft sé ég menn með skegg og hugsa, wow ég hugsa, wow this is man, eitthvað svona flottur og hérna Sumir menn fá, sko Það eru 2 típur af skeggi og ég ætla að segja það sé bara til 2 típur af skeggi og þá er ég að tala um sko katalógan og síðan getum við rætt hvernig skeggstílar eru í gangi en það er að vera Ég verði að koma því að Arnar, okkar maður hann að hinum megin af okkur er hann með langbesta skeggi Hann er með besta skeggi Það er bara gaman að nefna það þegar fólk sér þið aldrei en þú ert með á okkur þreymir með langbesta skeggi Vá, takk fyrir það, ég hef þarna hugsa vel um það sko. Ég ætla að segja að það eru 2 típur skeggi það er ógeðslegt skegg og mjög flott skegg og ekkert skegg Veistu það er hérna
vel hirt þykkt vesturbæjarskegg er geðvegt. Já. Mér finnst líka alveg svona shabby. Illa hirt Þau geta samt gefið svo mikið karakter. Ljótskegg geta verið svo mikið karakter, sko. Umferðar eigjurskegg. Nei, svona svo Axel Bronson er svona gott dæmi svona heimilislausa skegg. Finnst þér hann verið meira slæmt skegg? Hann er svona dörsti skegg. Mér finnst það flott skegg. Þér finnst það flott skegg af því að hann er hann? Nei, af því að þetta sem ég var að tala þetta með karakterinn og persónuleikan þú veist, það er ekki, þú ætti ekki bara að safna skeggi af því að þú ert með einhver svona þú veist, þú varst bara kistur af skeggguðunum og baðaðar að þeim þú veist, þú mátt líka bara vera ekkert með spesskegg þú bara fucking rockar það. Ég til dæmis með þannig vöxt að ég held að ég eigi engan möguleika á því að vera með svona clean skegg eins og Arnar. Nei, einmitt, þegar þú safnar daginn þá fór fólk að tala bara eitthvað já, Gauti er náttúrulega bara, hann er búin að missa vitið. Já, ég bara, og fólk hefur svona fara að hafa áhyggjur, sko, spyrja mig eitthvað, hvernig líður Gauta? Er konan farin frá honum? Tókum börnin? Þetta er ótrúlega fyndið að ég er eitthvað og ég hugsa þetta fyrst, ég held saman skeggi og ég meira þess að hringdi í fólki sem er að gera myndina og ég segi, hei, á ég ekki að safna skeggi fyrir hlutverkið? Og þau bara, jú, það er alveg snilt sem leið og skeggi kom og við fórum fyrsta tökudaginn, þá var ég bara af hverju var ég ekki bara með þetta pretty fucking face áfram vel snirtur, mottan ekki þykk og ekki einhvern veginn ég veit það ekki maður. Mér finnst að þú hafi stungið upp á svo sjálfur, þetta hafi ekki verið svona eitthvað í Mér langaði bara dálítið að Já, hann er methodaktor, sko breyta sjálfur mér Daniel Day-Lewis, okkar maður Já, þetta er bara eins og leikarinn sem enginn veit hvað heitir hann er Pianist Adrian Brody Já, hann Enginn veit hvað heitir En þú kemur með skeggið á set Serðu í augunum og fólki bara svona já, þú meina svona skegg Nei, það var allir hæfisáttir Já, þetta passa svona skegg Allir geðað meðvirkir, enginn þú voru að segja nei Svo bara kveikt á kamerun og ekki hægt að taka þetta tilbaka Nei, þegar ég mætti að setja á ég var bara tekinn til hliðar á stórleikunum sem voru bara, ég ætla bara Adrian Brody Ég ætla bara að þakka þér fyrir þetta skegg Ég bara þekki Nei, og fólk var bara, ég bara það er fyrsta sem allir stórleikarnir sögðu þegar ég mætti var bara við höfum aldrei upplifað gauður sem er ekki leikið áður sem er stórkostlegur og þú og síðan gáðuðu mér all penning og ávexti og voru með blæfing einmitt Vá, ég held að þetta gerst ekki stórleikarnir Já, einmitt Ég held að þetta er mjög sjálfgætt að þetta gerst Ég held að þetta er góður leikari, sko Það kemur ljós Kemur ljós, ég er spenntur að sjá En ég, það sem mér finnst næs einmitt að vera með svona brotta ef ég raka alveg niður þá lít ég út ég er bara með mynda mér bara hvernig ég lít út svona og nú get ég séð á YouTube við erum búin að vera alltaf lélegir að klippa inn í myndir að það eru aldrei að byrtast en ef það er ekki mynd í þetta núna þá með skamma bara nákvæmlega núna á skjánum hérna á YouTube af mér ekki með skegg bara hér Þú vilt ekki sjá okkur snappa Það verður við brjálæðir Okkur fannst mér svo fyndið þegar eitthvað svona sjáu þetta svín hérna Kom ekkert svín Það er enda pínu fyndið Og líka þegar við vorum þannig að vídeoð þegar ég datt þarna sínum vídeoð síðan sitjum við bara Það er svona smá tæknilegir örðuleikar Ég samt hef pínu gaman að því að eins og með svínið það er bara svona og sjáu þetta svín hérna og það er bara svona og koma En líka ef þú ert að hlusta á Spotify, hvað þá? Það er bara, ok Já, bara að senda þér e-mail með myndinni Já, nákvæmlega Það er stutt í á Spotify að við getum verið með vídeo líka Já, er það ekki Joe Rogan byrjaður, sko Það er byrjað, einmitt, wow Vonandi Fyrir ekki tíma sem við lifum á Vá, þegar ég tek sopa úr þessum bolla finn ég bara, hvernig máttur Liverpool sogast inn í mig Hvað er fokkin að vera? Hætta aftur með Liverpool Sástu leikinn í gær? Ég var að segja það frá Hætt þessu, ég hati þetta Sástu leikinn í gær? Herri, Klopp maður, hann var ekki alveg að sinna liðinu í gær Tapaði bara Sko Hver er aftur í marki? Hvað heitir hann sem marki? David James Já, David James maður Hann var ekki góður Hætt svo gott, ég hef ekki húmor fyrir þessu Hætt svo, þetta er mitt þeng að vera Liverpool maður Find your own thing maður Þetta er bara, þú veist, svona Úr hverju ertu gerður? Þú veist, þú ert
þú veist, Hvað þið gerður úr einhverju fucking liði? já, fótboltaliði. svona, ég myndi segja að ég ætti að einhver svona niður njörfa allan persónuleika minn og allt það, þú veist eitthvað, jú, Minnstu rappari vera og niðurlægja pappi persónuleikann. og ein maður og eitthvað og ég myndi halda að væri svona lítill dálkur 5% kannski sem er bara fucking Liverpool maður. 5%? Ertu 5% Liverpool? Þú sást ég var ekkert eitthvað, ég er ekki búin að liggja yfir þessu, ég var bara að henda þessu saman inn on the spot, ekki eitthvað brjálaður út af því að þú veist, ég sagði 5 en ekki 5%? Ok, sorry. Já. Ég var hans aðstur. Herri, ég verði að segja eitthvað frá Ertu dóttur byrjar að þegar þú ert svona 20%? Ég held þú skiljir ekki að ég segja munna mér og þér og hvernig Liverpool maður þú ert og hvernig Liverpool maður ég er. Ég er svo ógeðslega til að heyra hver munurinn á mér Já. þér er. Þú ert kannski 5% Liverpool en ég er alltaf Liverpool. Þannig að ég, Bara 100%, Já. alltaf. já, en þú veist, málega er ég gerir bara ekki greinamun á mér. Nei, það Þú er veist, ég gerir bara ekki greinamun á Liverpool mér og alvöru Þetta mér. er bara Já, sami, þetta er bara- þetta er búið að samtvinna. Þetta er bara leikarin, methodleikarin, Leopoldmaðurinn og podcaststjórnandi. Það er Já. bara eitt. Það er ekkert meira. Já, maður klopp alltaf eitthvað, kom okkur í vessun. Bestur samt. Herri, ég ætla að segja eitthvað frá dóttir sem ég prófaði í gær sem, sem að ég held að væri komið mjög stutt á veg tækni sem að, ég prófaði svona VR-gleru í gær og ég var alveg prófað svona VR-gleru áður en vinur minn, sem sagt, já, Árni, herra Netsmjör, hann er potið að hlusta, sjáttu hann Já, já. var bara, kipti hérna hann talar reyndar ekki svona, en ég ætla að leika hann Já, svona hann talar svona. ég kipti hérna Nei, þú byrjar á góður rötu. Já. Guði, svona, hvernig var hann? Ég maður Ég var allavega, hann sagði bara, Gauti, ég var að kaupa svona VR-gleru á eitthvað fárlegan penning og ég sagði, hvað samstæður ertu í núna? Hann bara, nei, ég keypti það, ég er alveg, keyptur það, akkur er þetta að kaupa þetta? Herru, síðan prófaði þetta og þetta er það rugglað sem ég hef prófað. Þetta er ógeðslega gaman, þetta er ógeðslega raunverulegt og ég glimti, ég var bara í smá stund, Heima hjá honum. nei, ég var upp í stúdíói og takk upp lag með Þormóði. Er hann með þetta upp í stúdíónu? Hann með upp í stúdíónu og síðan var ég mættur í þetta og ég glemdi mér svona hálftíma í einhverjum byssuleik bara eitthvað og þetta er skeri hvað er gaman inn í þessum raunveruleika að því mér langar, síðan var ég bara hvað, ég taka þetta að mér og fara bara hvað að gera lag Já, einmitt, gera eitthvað basic shit. mér langar bara að vera þessi guður Ertu inn í einhverju bara herbyggi? Þú einn inn í einhverju herbyggi? Eða þú veist, Bara heimur. Skilur, þú getur labbað út úr húsi og fara út úr götu. þú getur bókstallega eins og ég er inn í þessu dóti og þetta er mega raunverulegt og þú ert inn í basically þessu dótið, þú ert með gleru á þér. og með glerugu, já, býtu, þú ert með glerugu og þú setur á þig, þá ertu þetta er bara eins og setur á þig annan heim allt í einu setur bara filter af öðrum heim á Já. þig og þú basically getur labbað þar kíkt fyrir hotn og Og finnst þetta ekki blekja heila en mikið? heavy og það kom mér á óvart hversu raunverulegt það var Já, þess að ég hef pröfað svona og það sem ég upplifði svona mest og það sem svona, það satt mest eftir var að minningarna sem að skapaði var ekki ég að spila ykkur töluleik, heldur var ég ykkur starf annars þar. já, það er ruggla en Það var djúpt. þá kemur maður inn á Það var það þetta flott. þá komum við inn á það er veist, með að við séum komin inn í þessa tekni núna hvernig verður þetta eftir 30 ár og sorry, það er engin séns Það verður bara Matrix, það bara er hentin í engin hausnum. séns að við séum ekki bara í virtual reality á einhvern tátt núna Það er engin séns. það er engin séns I like those odds. nei, þú sér hvað þetta er raunverulegt og Þetta er samt ekki eitthvað. Jú, ok, þetta er enda mjög. hlusta á þetta ég var inn Skulum í ekki þessum- rengja þetta. ég var inn í þessum VR heimi og inn í VR heiminum ég byrja inn í einhver svona þetta er smá eins og lýsa draumi en þið verður bara bear with me Sko, má ég spyrja smá nokkra grundvallar Já, grundvallarspurningar. Ok, þú ert með, þetta eru gleru sem þú ert með á þér Já. og ok, já, þú ert labbandi bara, Já. ertu bara labbandi, þú veist bara Já, og- myndir ekki bara labba á vegg eða byrju, við komum inn á þannig Já, mér finnst það mjög mikilvæg spurning þetta með að labba á en já, vegg. og síðan ertu með svona tvær Af hverju fjastýringar getur ekki bara sagt hann að þú gerir henni bara svona virtual hlið og þá sérðu í leiknum ef þú ert að fara að klessa á vegg í ekta heiminum. já, Þá við getur stoppað. förum samt við skulum fara nefnilega Ég skildi ekkert hvað þú varst að Nei. segja. Ok. leið mér að halda áfram Og fyrir og þú fær svona tvær fjastýringar og þær eru hendurnar og þú hreyfir hendurnar og sér þær svo ég ræði ekki sem minnar eigin Nei, þú ert alveg og ég fer inn í hennan ég set á mig glerugun, þá er ég komin inn í eitthvað herbeggi þar
finn ég geisladisk inn í virtual reality og seti inn í einhver tölvu og þá kemur úr loftinu önnur gleru. Þannig að inn í virtual realityinu setti ég á mig virtual reality gleru og búm, komin þá inn í einhvern annan heim og þetta eitthvað svona leikur, þetta er svona kartúni byssuleikur, en þetta alveg mega, þú tekur upp byssu og þetta alveg mega raunverulegt, skilur, og bara eitthvað skjötu ykkur en síðan einmitt var ég búin að, og fyrsta lagi þá lúkka maður eins og maður sé alveg, það sé allt að manni ef maður er með þetta á sér, þú veist þetta er ef maður taka gleraugun af, þá væri bara herri, þessi manneskja er á svo miklu sýrutrippi, að því þú ert bara ég ætla aðeins að leika þetta bara, þannig að þið verðið að horfa á YouTube, þú ert basically bara svona og hérna Akkur ertu svona? að því þú voru með og veistu Hvað þetta gerir í þessum leik? Það vangaði eitthvað og ég var með því sem leik í gær og þá var ég að lendi þá var gauður að skjóta á mig og ímyndaði þetta moment fyrir Þormó sem satt hliðina á mér ekki með gleru að það gauður að skjóta mig og ég tekur byssu, þetta er svona slow motion leikur og ég tekur byssuna og þetta er það sem ég geri og að því fyrir mér er þetta gerast í alveg þú veist, þetta veit ég að þetta er ekki að gerast í alveg en fyrir augun á mér er þetta bara wow, fucking umhverfilegt en síðan var ég alltaf að lendi í því jú, maður sér, þú veist, það kemur svona þú ert að fara að klessa á vegg en síðan er maður eitthvað svona að tegja út hendina og maður er öðru hverju bara svona blank, blank að rekast í og það sem ég hugsaði til þess að fullkomna þessa upplifun þyrftir að fara út Þú þurftir sko, ég sé líka það er með svona, ég raunin eins og hlaupabretti skilji en þú þurftir að fara út, ég er að segja, þú veist, eins og þetta er núna þá þurftir bara að vera úti En hvað okkur? Að því ég veistu hvað, ég væri til að vera í virtual reality og ég væri bara á einhverju túni Bara á túni, nei, við myndum alltaf að passa mig að vera ekki, opna þetta ekki hliðin á okkur götu nei, en á einhverju túni getur bara keyptir litla jörð og bara verið þar eitthvað allan daginn eitthvað en mér finnst þetta bara mér finnst þetta skeri upp á það að gera að það er bara 100% tímaspursmál hvenær þetta tengist social media Ég meina það skeri ekki Facebook Oculus Rift sem er VR dæmið Hvað kostar svona? Að núna er þetta bara búið að hljóma eins og svona 10 mínúna sölur að þið hefur hvað? 70-80 skall Nei, þessi kosti alveg 150 Já, þá var hann með þetta tengt við PC Það er að kaupa svona Oculus Quest sem er bara þráðlaust og þá er tölvan bara í glerun og downloada bara leikjan í glerun Af hverju erum við ekki með við þurfum bara að blurra allan þáttinn það var bara bíp alls þar Já Það er alltaf góð auðlýsing fyrir ekki neitt Mér okkar komin á eitt þú talar að í virtual reality settur að virtual reality gleru og fórst í annan heim Já, Inception shit Já, en ímyndið ykkur ef þú gleymir að taka þið síðustu gleru fattu mig? Já, maður, og þú ert bara allan tíman eitthvað inn í stúdíónu og hjá herran hendis mér Oh my god, það er skil Ertu búin að taka þið gleru? Nákvæmlega Nei, þetta er ekki pæling svo Já, það er ekki pæling þá þú fattar að líkaminn finnur fyrir glerunum þetta er, sko, það sem maður vantar til þess að gera þessa myndirna Player No. 1 eða Ready Player One eða eitthvað Ready Player One, Sú mynd náttúrulega tekur þetta fyrir Ég held að þetta væri nákvæmlega þannig Ég held að þetta væri ekki þannig að við höldum við sem í ekta heiminum Nei, ég held það ekki heldur Nei, ég held alls ekki, ég held að þetta væri samt þannig að við verðum mikið hana en mjög meðvituð að við séum hana Já, en þú færið svona platta sem er bara svo hlaupabretti þar sem að þú getur lappað endalaust á sama punktunum, skilur og þannig getur þú verið og síðan er í þessari mynd þá færið þú svona galla og þú veist, þá getur þú byrjað að snerta fólk þá getur fólk byrjað að fróa þér okkur svona í virtual reality þá finnur þú fyrir nú erum við að tala saman En ég ætla að segja ykkur eitt með virtual reality Af því að það fyrsta sem allir gera þetta er bara, klám Ég tóku þetta bara ekki fyrst að þetta náttúrulega er bara ein risastór flókin rungmaskína Next level dæmi, það er eitt félag menn hann býr bara í 2050 hann er með VR-gleru og ég var eitthvað, er þetta ekki geggjað skilju, á þeim tíma ekkert pröfa þetta almennilega og hann eitthvað, jú maður en klám er something else sko og ég eitthvað,
Þessu klámið something else, skilur, þetta bara klikka stöf. Ég eitthvað, ok, þú veist, ertu ekki þessar eitthvað labbinn eða eitthvað? Hann bara, ég læs alltaf eitthvað svona. Með hverjum býr hann? Það verður að fylgja sögni. Býr hann með fólkdur sinni? Nei, hann býr með félag, þú ert ekki báðs ekki, ég skal segja þér eftir. Ok, fair enough. Og þessi gaur, hann er svona, þetta er mikill tækjakall. Og hann á svona rass. Er hann, oh my god. Nei, ok, en sorry, af hverju er þessi gaur ekki bara að ríða, skilur, af hverju fer hann ekki bara ríður? Þannig er bara engar skuldbindingar út, bara að ríða einhverjum gúmmírass. Kannski er hann bara hrættir með eitthvað svona commitment issues, en þú veist, kannski er hann líka bara ástfangin af þessum. Þetta er að finna sem ég fokkin heyrt, ég trú ekki ég sé. Þetta er svona ekta, ég er ekki djókin svona. Og því hann bara, já. Er hann með VR-glirauðin að hamast á þessum? Ríða gúmmírass? Þetta er að fokkin, sko, langfinnast sem ég veit. Ég held að það sé, ok, hann er að segja eitthvað, já, þetta er something else. Ég held að þetta sé alveg svona perfect leið til þess að koma sér upp á lagið með hræðilega, hvað ég að segja, bara siði. Þú veist eitthvað, ég græði eitthvað. Þetta er svo mikið fokkin aðtöfn, maður. Þetta er alltaf mikið fokkin aðtöfn. Fróa sig fyrir svefnin, setur þessu VR-glerun. Já, eitthvað. Flengir fram gúmmírassinum. Þetta er eitthvað svo mikið fucking nasty fucking shit. Það er fínt að runga sér maður og þú bara hendur í eitthvað ritual og bara þrífa alla græjurnar í staðan fyrir bara jukka sér bara rætt og fast og bara búin að þessu, ert ekki lengur að spá í þessu, þið bara búið að gera það, þetta orðað einhverju fucking weird ass 2050 ritual, það sem þú veit bara eitthvað þetta er sko bara langfinnasta sem ég veit. Mér finnst líka svo ógeðslega herbyggið og þú myndir ekkert hætta, skil, þú veist ekki, þú með headset og... Já. Nei, og ég er að segja það, ef ég myndi, Arnar, sorry, ég er með mynda mér núna í haustnum, bara ef við værum á einhverju tónleikaferðalagi og værum upp á hóteli og ég eitthvað, herri, ég ætla að skrepa út í búð, en síðan eitthvað svona gleymi einhverju á hóteli, kem tilbaka og þú værir að hamast á gúmmírass með þessi gleru. Líka loksins að gauti farinn maður. En líka að vera, sko, það er eitt að vera nakin og í sokkum, það er fárlega að vera fucking nakin með að þetta er ekki orðið smooth. Við getum haft það á reynu, þetta er geggju græja, en þetta er alls ekki orðið smooth. Þetta er eins og sért með hjálm. Þetta er eins og sért með svona leður. Sitt, ég held að vera að tala sko gúmmírassinn. Nei, en ok. Þeir eru orðið mjög smooth. Nú ætla ég ekki að fara að dæma sko, ég ætla ekki að fara að dæma menn fyrir að ríða gúmmírössum og píkum. Nei, máli er, ég er ekki að dæma hann vitund, ég dyrka þegar fólk er að sörga sjálft sig svona, þetta er bara svo fucking fyndið. Hann stoltur af þessu, sko. Já, bara eðlilega. Já, máli er stoltur, en sko ég er spá, þú veist. Oh my god. Er þetta ekki eitthvað, en er herbyggisvillan að sniglast í þetta? Sorry, þú ert að ríða líkams hlut, skilur, þetta er eitthvað svona afskorin, þetta er náttúrulega brengla. Er þetta ekki smá svona rafmorðing? Ég er ekki að dæma, þetta er náttúrulega fucking brenglað og gaurinn er fucking hann er með VR, hann er fucking legend, en hann er fucking brengla. En máli, ef hann er með virtual reality þannig að gleru, en það sem hann er að sökkva sér í annan veruleika og er eitthvað að ríða þessum gúmmírass, þá er eins og að segja, þú veist, með heilum líkama, en annars, það væri eiginlega verra ef hann væri bara einn með gúmmírassin, skilur við, þá er þetta bara ímyndaðir. Ég er að ímynda mér. Ég ætla að gera eitt. Oh my god. Ég elskar líka að þetta var svona addon, hann hefur verið með VR-glirun og verið, skilur að enjoying himself. Sko, þessi hann kemur heim. Já, maður. Fær sér glas rauðvín. Með rassin og teik. Kveiki kertanu. Ég myndi það er svona skot yfir herbyggi. Það er svona kerti á einhverju hillu. Það er reykir sig á ekki og síðan fer þetta svona yfir rúmið og þá er búið að búa svona rúmið og það er bara rass á miðinni. Bara gúmmírass. Fucking, enga lappir, engin skrokkur. Fucking.
að þú Er þessi gaur eitthvað að fara að setja sig við einhverjar, þú veist, eitthvað annað? alvöru rasa Já, þú veist bara, alvöru rasa, eða þú veist bara, þú veist, mann... það er eitthvað tilfinninga með gúmmírasum sko. Ég veit ekki sko, síðan hef ég spáð í einu öðru Já, mér er illt allstaðar. Ég hef spáð í einu og ég vil valla fá alvöru svör sem er hérna þegar menn er að stunda kynmög með svona gúmmíras Stunda kynmög? Ok, Hamast á gúmmíras Já, þegar menn er að Já Make love eiga sáðlát í svona gúmmíras Já Þeir verða að fá ekki þrýfa það. Já, ég er að segja, þú veist... Þessi gaur hljómar alveg eins og gaur sem heldur honum hreinum. Já, en ég er að spá, þú veist, þarft ekki... Ég er náttúrulega ekki, sko. En þú veist, strákar, ég er að hugsa, ef þetta er svona eins og, þú veist, ef að gúmmírasin er eins og alvöru rass... Ég held að púla bara út, sko. Ef að gúmmírasin er eins og alvöru rass, sem er þá eitthvað svona stjarna og það er þetta að fara inn eitthvað svona blað. Þú veist, hversu erfitt er að þrífa? Þarftu eitthvað svona glenna rassin til að þrífa... ég veit komnir að fræðilega slóða Þetta er geggjað slóða Nei, sko, já Þetta er samt bara legit pælingar því það er, menn eru með En er hann ekki með báða options? Ég sá þetta fyrir mig svona eins og svona rass í doggy þar sem að þú þyrftir ekkit endilega þú veist, það væri líka að píka hana Já, en ok Það er þetta málið að þetta er sko Er þetta bara rassin? Stóri að spáði á hverju giftur vera rass En hei, við skulum hafa eitt á hreinu Ekkert að því en það er svo fyndið En er hann hérna Hann er bara status get Já, hann er ekki fyrir hann vil ekki gaura Nei Þá myndi, það var bara mjög legit ef hann væri gay og hann Já, við verðum að vera allt fyrir alla sko Já, en ok, þannig að hann hérna er straight Já en bara með preferensa. Já, hann bara vill koma ok, fair enough, skilur En varðandi spurningin á það hvernig hann þrýfur þetta Já Mér finnst líklegt að það sé þú veist, það sé ykkur auðveld leið þú ert ekki eitthvað að fara fyrsta bara eina leiðin Nei, það lítur önnu leiðin Það lítur að vera Ég veit ekki hver leiðin er Rífa hann upp, eitthvað, þvinga hann upp En ég er bara svo hissa, af hverju vil hann ekki hafa eitthvað option það er potið til svona það sem eru bæði göttum, skilum mig hafið séð þættina Dave með Lil Dicky Nei, ég er ekki að forstá þar er bara sena þar sem að hann er einmitt með svona kynlýstúku En er hann með VR-gleru? Nei, hann er ekki með Veist það meira fólk þá? Já, það er auðvitað en það sem hann gerir þá til að þrífa er að hann tekur prigg vefur klósettpapír utan priggið og þurrkar síðan svona Já, þetta er næsti Ég held að það sé mjög algengt hjá svona einhverjum ég verða að viðurkenna því að einhverju snirtipinnar, eru þeir að fara að kaupa Nei, ég veit það ekki maður ég veit það ekki En ég fór líka að hugsa, hversu hérna Ég myndi vita meira þetta Ef þú ert að flytja þú veist, þú þarft svo mikið að pakka ég hef oft hugsað ef þú átt svona full size þú veist, hérna gellu 16 í einhverja Já Þegar þú ert að flytja manneskjuna sem þetta er Það setja hann í svarta ruslabóka og skottið og síðan þarf vinuðina eitthvað að hjálpa þér skilur og það er alveg, hvað er það? Ekki naut og þá er eins og þessi að bara með lík eitthvað þetta er alveg fyrirferðum ekki drasl Það geti ekki sumið þingt að það Sko, þú ert ekki að tala bara eitthvað upplásna Þú ert að tala bara gömlu góðu tímana gömlu góðu, ég er náttúrulega enga reynslaði en þegar að ímyndin þín af sko kynlífsdúkku var bara svona eins og dót sem smissund Já, einmitt sko þegar ég hugsa hana, hugsa ég alltaf þannig fljótandi bara í sundlu Svona Já Og þú veist, ekkert nothing to hold on to sko Shit, maður Þetta er sko allavega VR-gleru hérna frábær En mjög að koma eitt á hannu Sko ég held að þetta hafi alveg loka söluræðinni áðan varstu bara að tala hvað það væri cool og flotti töluleikir síðan komur inn á þetta og það eru, þú veist það eru svo margir fólki gaurar að fara að heyra þetta og bara, þú veist, kíkja á sparreikningin og er alveg bara, já Finna er að við erum að tala um þetta svona núna eitthvað, gúmmírass og eitthvað, gera grínas og eitthvað það er potið liða hlustátt sem er bara að vera mjög grætt að þessu, sko Já, og örgulega bara fullt af fólki að hlusta sem er bara eitthvað þetta er bara heimakitti mitt Já, og náttúrulega ekki bara fyrir utan þá sem er að fara að kaupa þetta núna líka bara, þú veist, eins og við segjum, við erum ekki að dæma neitt þetta er bara ógeðslega fyndið
Þetta er bara ógeðslega fucking fyndið. Þetta er fucking fyndið. Fyrirhöfni, þetta er líka- nokkur ár sko síðan og ég Þú ert að vera að segja mig hvernig Já, það ég er skal segja, og ég skal segja líka Það er mest ótrúlega að manneskja hafi verið að segja þér frá þessu. Nei, þú veist, við erum að tala um bara hann er bara eitthvað, gaur, ert þú ennþá að runga þér? Þá veit ég eiginlega hver það er, sko. Já, en finnstu, gaurinn sem að býr með ég verða við ekki mér finnst það svo líklegur að þegar þessi er í vinnunni eða eitthvað, hann sníklir svona í búnaðinn, sko. Svo fyndið. En er það, þú veist, er það framhjald eða? Já, þessi rass er ekki lojal, sko. Ekki samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu, en jú. Þetta er rassin að halda fram hjá honum. Það verið sár út í rassin. Ætli gaurinn sem byrjar á K? Nei, ok. Það verið sár við rassin. Váka, ég verið til að vita hver það er, samt. Já, það er ekki hann. Nákvæmlega, hver er það? Já, nákvæmlega, hvað hinn option er það? En ég spurði félagið minn þegar hann var að segja frá þessu, mér varst að fokta upp, ég segi bara, wow, þú ert living in the future, maður. Og hann eitthvað, og ég sagði þarna, en hvað, ertu ekkert pínu stressað, þú veist, þú býður ykkur stelpu heimtíðin eða eitthvað, og það hann er alveg að sofa hjá, skilur, þetta er ekkert, Já, hann er alltaf að sofa á gúmmíras. Já, ég veit það, þetta er samt ekki, þú veist, ykkur 40-year-old virgin, skilur við. Nei. En ég hugsa bara... Player. Já, þú veist, hann, í gamla það, hann var hann alveg player. Alveg þá fekk rassin. Já, ég veit. Og ég spurði hann, en hvað er, þú veist, ykkur pía kemur til þín og hún ætla bara að fara að finna sér, þú veist, ykkur að peysu til þess að sofa í eða, þú veist, ykkur jökkinbúsur. Hún er bara svona, hvað er þetta? Þú veist, verður ekkert, heldur að við komum ekkert eitthvað panik. Hann heldur hann feld ekki ágætlega. Já, ég veit ekki, hann hljóma samt líka einhvern veginn eins og bara gauð sem er með þetta laying around og bara, ef hann kemur stelpu heim og er eitthvað, hann rassinn minn og hann er eitthvað að vinna með hann. Það er eitthvað þrísom. Ég var þrísom ég myndi felda svo vel, sko. Ég væri með bara eitthvað hlera í gólfinu, type of shit, bara þá er bara eitthvað kynlífsdöndun. Það lítur líka að vera samt hræðilegt, þú ert að leggja þetta allt saman á þig, þú ert með VR-glerun og þú ert með gúmmírassin, en þú ert líka að díla við skömmina, þú sett eitthvað að fel þetta ógeðslega vel og þú veist, hvað það er okkur erfitt. Já. Þú veist að... Þú veist betur að vera bara með það. Ég vorkir hann ekkert svona, sko. Hvað segirðu? Ég segi, ég vorkir hann samt ekkert eitthvað. Nei, ekki ég raskat, sko. Ég bara, af því að Gauti var að tala um að ef hann ætti þá myndi hann fel þetta svo vel, bara kvíða valdandi að eiga svona, vera svona. Ég held að sé ekki það mikið jákvæmt við þetta, sko. Nei, ég held að sé svona perfect leið til þess að brengla sig gjössamlega tilfinningarlega frá kynlífi, sko. Hann er ekki í tölvuleik, hann er bara að horfa á bara klám, skiljið. Þetta er ekki tölvuleik. Klám í grunninn er alltaf bara hrikalegt og þú ert þannig með VR-gleru að ríða einhverjum gúmmírassi, það er bara... Það er next level dot, sko. Já. Þetta er... Já. Arnar, ertu með eitthvað topic fyrir okkur? Þú veist, ég verða að fara eitthvað annars. Mér er bara að líða bara undarlega, eins og ég svitna svo mikið. Á rassinum. En ég er með eitt svona í framhaldi þetta og þetta er eitthvað sem tölum fyrir nokkru og þá myndist þú á þetta, Gauti, sem svona, já, við erum að taka þetta eitt svona upp í þættinum. Og það er einhver hugmynd sem þú varst með sem kallast Tinder 2. Já, Tinder 2. Já, þú veist, manstu eitthvað eftir þessar pælingum? Þetta er náttúrulega... Sko, þetta var ég held að það sé bara mjög sjálfhverf pæling. Já, höfum það. Ég náttúrulega veit ekki hvernig Tinder í dag. Kannski er löngu Tinder löngu komin á það. Það var langt síðan þú varst á þessu. Það er mörg ár síðan ég var á Tinder. Það var sem sagt að þú getur valið, hjá mér var, þegar ég var síðast á Tinder, þá var það að þú bara varst að svæpa til hægri og vinstri. Og eitthvað. Og síðan kannstu superlækað, sem er alveg ógeðslega óþægilegt dót, eitthvað svona færi fram fyrir röðina eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það virkar. Ég fatt aldrei hvernig það virkar, ég held þessi bara alveg hann eða þegar stelpan sér þetta að þá svona hann fór ekstra míluna fyrir hann. Ég held að þú þurfum ekki að útskýra Tinder fyrir henni mér sem að þetta. Nei. Ég samt fatt ekki alveg þessi súperleik. Fattar þú það? Nei. Tinder 2 pælingin mér var basically að þú getur valið svona, þú sér einhverja manneski og þú ert að svæpa og þú var alveg, ok, það var bara til að vera vinur þessar manneski og myndi vel svona bíp og manneskjan myndi gera móti, bíp, bara vinur og þá, það væri kannski bara að vera vinur, fara á date, skyndikinni eða bara er að leita félagskap Er þetta Tinder 2 sem þú útskýra núna? Já, og þú myndi velja þessa valmöguleika og segjum að einhver myndi velja bara skyndikinni en líka til í date og þá þyrfti hinn manneskjan líka að velja bæði til þess að það myndi mattsa
Þannig að það væri ekki, að því að ég veit ekki maður, kannski getur fólk bara fundið út úr sig einhverjum skilabóðum síðan. En samt ekki, þú veist að tala með Ég er bara að tala einhverja svona algjör quick access til að brjóta ísinn. Já, ég fatt að þetta ekki svo forðast einhvern miskilning. Þú veist, það er bara staðreind að þetta er horny app, þetta er mjög horny app, skilurðu? Ég var alveg eins og appi, ég var mjög horny eins og appi, sko. Hvort er meira horny, Tinder eða VR-gleru og gúmmíras? 100% gúmmírasinn, sko. Sammála. En samt á einhvern veginn allt öðruvísi hátt. Það er bara miklu perralega. Já, Tinder er að minnstakosti náttúruleg hegðun. Ég er að reyna að beigja, ég er aftur að fara að byrja að hugsa og tala gúmmírasinn, við verðum að tala eitthvað annað. Ég ætla að segja, þessi Tinder-pæling, þetta var ekki dýpur pæling að þetta, sko. Nei, ok, mér finnst það góð pæling, þetta sé ekki alltaf bara mats og það er ekkert allir í sömu pælingum, en það var eitt sem náttúrulega kom inn á, þú komst eða þú vilt fara að date, skilur svo hjá eða eitthvað, og svo komst með eitthvað, en eða þú vilt bara félagskap. Já. Er það ekki svona pathetic svona? Nei, 100% ekki. Og fara á Tinder bara eitthvað, hei, Já, það vinn. Nei, þá væri, nei, mér finnst það ekki pathetic. Þetta er ekki Friender. Það er svo einmann. Það væri bara... Tinder er ekki bara svona nisti, skilur... Já, þessin erum við líka að tala um Tinder 2. Þú getur bara að fara á Tinder 1 og halda áfram að vera fucking perri. Er það ekki bara Friender? Friender? Já, skilur, bara við vantar að hjálpa eignastu vini, skilur, og það er bara svona fólk sem vantar vini. Mér finnst það, veistu hvað, ég er ekki að djóka, það eru svo margir out there sem eru einmana, skilur. Já, maður var ekki að gera grín að þeim. Nei, jú, ég gera grín. Nei, ég var að gera grín að þeim. Það máli gera grín, sko. Ok, þá er það pathetic. En það sem ég er að segja... Það sem ég er að segja er að það væri alveg næs að það væri option á því. Já. Að það bara svona, þegar þú svæpa ok, hvort það svæpa friendship Nei, og síðan líka margir sem eru, þú veist, bara það er oft túristar sem eru bara að leita sér að einhverju gæti og hvað þú skilur og kannski Tinder er bara ekki Hvað er ekki á Google bara að leita sér, hei, Mats, ert þú gæt á Íslandi? Ég veit ekki Það er svo langt síðan að fara á Tinder Þú veit það? Já. Og það blir líka að leita að vinna Tinder 2 hljómar illa. Já, þetta er geðvig. Já, fókin, solid pæling. En heyrðu, síðan önnur pæling, ég man ekki hvort þetta sé app í alvörunni, en ég man ekki eins og hver sagði mér þessa hugmynd. En bara go wild ef að vilji stelinni af manneskur sem sagði mér frá þessu hugmynd. Já, eða hvort hann vilji stela sér í Tinder 2 hugmynd. Hún byrkaði vel. Og hún geggjuð. Og góð. Herru, hinn pælingin er að þú getur valið katalóga, þú veist, segjum að sé bara fótbolti, hjólbretti, út í bjór, bla bla, dillu. Og þetta er svona app til þess að, þú veist, þið langar að fara út í fótbolta en vinninir eru busy, skilur við. En þú matchar upp með random fólki og þegar það eru, þú veist, 6 manns búinir að tikka inn á þetta, þá bara, ok, við getum farið og hist þarna og gert þetta. Þetta er svona activity app. Mér finnst það geggja, ég er ekki Íslendingur of lokaði fyrir þetta. Þú myndi ekki ganga betur upp eitthvað staðar í, þú veist, stærri löndum, skilur við þetta, því að mér finnst ykkur að Íslendingar ekkert svona pínu lokaðir? Jú, er það ekki bara frekar svona... Það er ekki skandinavist, bara ég höfðu, bara, Ég tekja, ég fer á svo lítið en að Skandinavíu. Haldið þetta sé svona bara yfir Skandinavíu? Nei, er ekki, þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara einhver mýta, sko, en að Íslendingar séu kaldir og lokaðir og þunglindir og vondir. Nei, er ekki þær. En jú, þeir séu pínu lokaðir, allar í sama burði við Kana. Ég held lokaðir sér rétt, en sko, ég held þau séum ekki jafn þunglind og við erum alltaf að segja við séum. Fólk kemur hingað og fólki finnst við mjög gestir sinn og gett almennileg, en eru ekki svo almennileg við túrista, skilur, eru jafn almennileg við hvort annað á túrista? Erfitt að alhæfa svona. Hvort við séum ógeðslega gestir sinna, hvort við séum ógeðslega köld, þú veist, við erum tungumálið okkar translatast mjög illa yfir í, sko, ensku hvað varðar að vera kurteis. En svo ég segi bara, pass me the salt. Skilur við? Já. Það er bara... Þið segjum ekkert please. Nei, og það er dónaskapur, af því þú átt að vera bara pattern,
En segir þú rétt með salti í staðan fyrir getur rétt með salti? Nei, gerir þetta að please. Já, mér finnst það. Já, en byrju, ég ætla að setja upp í, ef maður er kannski út að borða með einhverjum og það þarf ekki endalega að vera dónulegt að segja, rétt með vatni. Auðvitað reynum að segja viltu, en það er ekki, ég er ekki með nákvæmlega réttu lýsingun á þessu núna, en það er ekki jafn dónulegt á íslensku að tala í boðhætti til dæmis matarborð. Nei, það er ekki jafn dónulegt. Já, það? Já, þannig að þegar þú kemur út þá er þetta einhvern veginn. Ég lýsi alltaf, getur þú gert þetta? Ásækja. Ég man þegar ég fór einhvern tímann út að borða, ég fór út að borða með einhverjum hópi í LA og það var Pía sem hefur verið mikið á Íslandi en er frá LA og hún sagði við mig eftir matinn, hún var bara, ég fucking dýrska. Það var aðdragandinn basically þessi Pía fullt af pening, ég fór út að borða með einhverju Hollywoodliði og eftir matinn þá rétta allir fram kortið, en það er allir að þykjast rétta fram kortið. Það vita allir að hún er að fara að borga og ég sagði bara, sorry, I don't have, I can't pay this bill. I cannot, no money. I'm way too broke for this. Spent it all on a gummi butt. I was expecting you to pay the whole time. Sagði eitthvað svona, skilur, að því ég var bara, ég var ekki að fara að borga 150 skall eitthvað fyrir eitthvað fuck sushi, skilur, ég bara átti ekki efnaði. Ég sagði henni líka og síðan fór út í Síkó eftir á og þá var hún að segja, þetta sem ég dyrka við ykkur Íslendingana, þetta það sem ég dyrka, þið eru svo dónaleg. Að þá var hún að meina bara, þið eru svo honest. Segi bara hvað það sem þið eru að hugsa, sko. Já. En mér finnst það samt, mér finnst það gjörsanlega sikur hlutur samt að dónalegur og... En ég er að segja, í staðinn fyrir þetta leikrit, það var ekki eitthvað svona, ég skal borga. Við erum alveg straight to the point með þetta og ég meina á Íslandi þá myndi ég basically bara aldrei koma mér í það situation að ég myndi fara út og borða og vera eitthvað ups, ég á engan pening, eitthvað eins og Englar Alheimsins, bara eitthvað eins og ég sé að púla claps atriði á þetta, en já, ég veit ekki við skulum, veistu hvað við þurfum að hætta að gera, við erum alltaf eitthvað að fucking rífa okkur niður, eitthvað svona, við erum svona, við erum köld, við erum þunglind, bla, við erum bara fucking frábær, maður. Erum við alltaf að rífa okkur niður? Við erum alveg frábær. Erum við alltaf að peppa okkur? Erum við ekki best í heimi? Við erum samt ekki best í heimi þegar það kemur að alls konar málum, eins og útlendingamálum, en... Ekki best í heimi kannski í því? Nei, ég ætla að segja að Við erum ekki vest heldur, algjörlega. Erum við vest í einhverju? Erum við vest í einhverju? Já. Erum við ekki alltaf í... Já, erum við vest í einhverju? Mér finnst það geggjur pæling. Erum við vest í einhverju? Við erum búin vest í að... Við erum vest í COVID núna á Norðurlöndunum. Við erum ekki góð COVID. Ok. Við erum ekki góði, við þessi þjóðum ekki góði að refsa þú veist, spillingu. Já, wow. Nei, já, 100%. Bara menn fá að vaða uppi og það er bara menn í stórum stöðum í dag sem er bara búið að opinbera sem ramspilta. Þú veist, og ég ætla ekki að fara, þú veist, að vita allir hvað ég er að tala um og þú veist, þetta er ekki þannig þáttur, en við bara tökum því þegjandi. Það er ógsta skrítið. Ég held að það sé ekki alveg þannig í mörgum löndum. Nei. Allan ekki sem Skandinavíu þjóðum Evrópulöndur sem við erum svona helst að bera okkur sama við. Nei, en þú veist, það er alveg, það er fucking skrítið. Það koma spillingamálu upp og það koma svona, þú veist, bara eins og klustursmáli er gott dæmi, skilur það sem að menn eru expósaðir fyrir að vera, tala heavy fucking nasty. Það er samt, þú veist, sko, ég ekki að þessi afsaka klustursmáli, það var nú litla ógeð, en það er samt bara smá hlutir í samanburði við hlutir sem hafa verið opinberaðir menn. Ég er basically að taka dæmi með það allir og síðan þegar þið tala um það, þá er það bara, nei, þetta gerist ekki, öryrkinn lét okkur gera það. Djöfull fucking gerðist það maður, munið þegar Gunnar bara var eitthvað, kemur eitthvað afsakað eftir á. Ég var í blackout í 48 tíma. Já, var í 36 tíma. Ég týndi fötunum mínu, ég var í blackout í 36 tíma. Djöfull, það var ógeðslega að finna. Gerði hann það? Hann sagðist að það verið í blackout í 36 klukkutíma, sem að er bara... Út úr dópa þá var? Þú veist, ég veit ekki... Ég veit ekki hvað það var í 36 tíma eitthvað blackout, þá ertu ekki bara áfengis. Nei, ég meina, var ekki líka einhver læknir sem var líka eitthvað í blöðunum, var alveg bara eitthvað, það er ekki hægt, þú veist, það er bara, ef þetta gerðist, þá hefur hann orðið fyrir heilaskaða og ég meina mögulega var hann fyrir heilaskaða, þú veist, hann er alveg stundum eins og smá smá heilaskaði, 100% sko. En ég man ekki eftir, ég bara í mínum vestu eftirpartíum man ég ekki eftir að fara í svona ræðið blackout sko. Nei, 36 tíma. Maður setur bara gomma okkur drast í sig og maður fyrir, já, bara best ykkur í heim í blackout? Þú veist, já, bara
Já, einmitt. En já, alls konar spillingumál, við erum vest í því. En eru ekki til hamingju vest með það. Nei, ég held sem enga Ég held vesti sem- með nei, að við tjekka bara náttúrulega- Sómalíu eða Já, eitthvað við Við erum erum- augljóslega ekki verst heldur þar. Nei, þá erum við ekki vest í neinu. En maður Þú samt- veist, ég ætla að ef koma þú eitt setur til þetta það. upp svona, en við verðum að hafa þetta í samhenginu við. Já, en ég ætla að koma með eitt sem ég þú veist, sko, og þetta er alveg svona controversial Ok, hvað með það? og það er þú veist, fangelsisdómar Já, mér finnst þess til dæmis Ísland vera en þetta er svolítið svona tví ekki sverð upp á það að gera mér finnst dómanir of stuttir mér finnst þú getur bara hróttalega nauðga ykkur mannesku og seti kannski inn í 2 ár eða fattu hvað ég við en Þú getur bara... en ég myndi samt ekki vilja hinendan hann þarf ekki að vera drepin eða sitja inn að eilífu eða eitthvað þannig þetta er trikki, sko. Ég basically þekki til, ég veit að gaur sem að tekinn fyrir kókaðinsmíkl, 8 ára dómur, dómur liðin á einhver gaur nauðgar dóttur sinni, 2 ára dómur. Já, þetta eru ekki versti heiminn Þetta er eitthvað sem er meingallað, það eru refsingar fyrir kynferðisbrot. Og þegar að kemur og brenglunum við það ég gerir mig grein fyrir að margir kynferðisglæpir að það sé erfitt að dæmi þeim ef þetta er orðamóti orði, djam tengt og það er mikið áfengi í spilinu og svona og orðamóti orði. Ég get ímynda með þessi erfitt að vera dómari en býtu, síðan þegar kemur að því að það er bara, það er bara sannað að þessi maður nauðgaði dóttur sinni. bara án vafa Já, bara án fucking vafa. Þá ásá gaur ekki að fá að lifa eðlilegu lífi aftur. Sammála. Og núna er ég alveg Hann er bara búinn að segja sig frá síðu samfélagi. hann er ekki svo við hins En ég er alveg á því að því nú trúi ég innilega á það að fangar eiga að vera trýtaðir vel og til dæmis ef þú ert tekin fyrir fíkniefnasölu eða smygla innbrot Svona neysluglæpi líka Já, bara allt sem að þú ert ekki endilega skaðvaldur út í samfélagið þú ert ekki búin að vera að sína þér skaðlega hegðun eða continuous hegðun eða whatever þá finnst mér og frekar að fara bara í samfélagsþjónustu heldur hann að vera læstur inn í mörg ár en ef þú brýtur á barni þá finnst mér eiginlega sem ég að mætti setja bara skotmark á hausinn á þér og síðan ættu að fara í keppni sko. Þetta er bara ófyring og síðan þetta þetta er ógeðslega trikki sko. Þetta er trikki dæmi og þetta er erfitt og ofta á þetta erfiða gráa svæði orðamönd og orði dæmi upp og einhver getur upplifað eitthvað öðruvís en annar eða þá getur nota það sem afsökun þegar hann fer inn í málið skilurðu ógeðslega að heyra þess að gaura að afsaka sig Það eru mjög fáir sem eru bara en eru líka eitt þetta er bara svona svona barnanýðingar er þetta 90% hvítu gaurar? Mögulega. Er það ekki? Ég samt veit það, þú veist. Ég veit ekki Á Íslandi kannski það sem að það eru, þú veist Já, ég fer það ekki bara 100% eftir hvar og eftir Ég ætla ekki að fullera neitt þetta sko I don't know man Hvað finnst ykkur þegar það er slengt fram með ykkur svona prósentum bara svona 3% af Íslendingum dýrka Pepsi Max eða eitthvað hvað finnst ykkur þetta? Hæ? Það sem ég meina svona Þú fóst straight úr bara að Ég er náttúrulega að enda þetta léttunóðunum Ég fóst úr í Hvað finnst þú? Race-flokkun í einhverju barnaókiði Getur aftur farið í gúmmírassin og yfir í að 3% Íslandinga drekka Pepsi Max Nei, það sem ég er að meina er að ég kom eitthvað svona er 90% af barnanýðingum Hvað er heilinn á þess? Hvar er hann? Má ég útskýra þetta hann að hlustendur allavega geti mögulega að skilja mig Ég sagði við ykkur eru 90% af barnanýðingum hvítir eitthvað svona Hvað okkur finnst bara tölfræði? Já, þú veist, og hvaðan kemur þetta? Þú veist, þegar ég var að lesa greiniger eitthvað svona út frá mælingum og svo gagnasafnum Nei, en ég er að tala þetta er svo, ég sá eitthvað svona greiniger eitthvað Þetta er ekki bara random tölur sem er settur upp En býðu Það er freistandi að rosta hann en leiðum hún að berga sér En nú er ég bara stressaður Eins gott að enginn veit hvað þú erst Já, ég er bara að jarða þér En Neanderthals Hvernig segir maður þetta íslensku? Neandertalsmenn Já, ok, þú segir þetta Það er talað að Já, þú segir þetta Það er talað að þeir sem eru með Nei, að segja þetta aftur
Neanderdalsmenn Já, ég veit hvað þú ert að tala um Neanderdalsmaðurinn að þeir sem verður með geni frá þeim og líklegri til að fá COVID og þau komu með eitthvað svona 10% af Evrópu er með þetta gen og ég, þú veist ég ætla að leyfa mér að efa það að þeir hafi testað blóður okkur öllum. Nei, auðvitað ekki, þeir eru alltaf úrtak. Já, en útskýra fyrir mig hvernig þú úrtak virkar. Þeir testa. Íslensk erfðagreining Íslensk erfðagreining er mjög framalýs þeir eru með svo ógeðslega mikið data en svo til dæmis Svíþjóð líka já, en þú veist, þú veist þeir eru bara með þarna, þú veist þeir eru að gera kannanir hjá Gallup eða eitthvað, þú veist þeir tala ekki við alla þeir eru bara með úrtak úr þjóðinni sem en þess vegna finnst mér það svo irrelevant Nei, það er tekið bara það er bara tekið úrtak sem að hefur þetta ætti í raun og veru að vera cirka 8-15% bla 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 af því það er ekki hægt að til dæmis ef þú fer bara með hendina og í sandkassa, þetta er risa sandkassi og þú þarf að taka svona úrtak skilur úr hvernig sandurinn er og tekur lúku og svo bara svona kattaskítur þarna Nei, þú myndir alltaf, ef þú taka gott úrtak, þá myndir þú taka smá allstar. Já, það er punkturinn. Tegur ekki bara lúku að kattaskít og bara svona er allur sandurinn. Þetta er ekki bara, þetta er ekki basic tölfræði. Þetta er ekki Gallup, ok, við ringjum bara í Hrafnistu og spurjum hvað þau ætla að kjósa. Já, nákvæmlega. Það ringdi já, þú veist, það ringdi út allt. Þannig að þessi kattaskítskenning er sko, hún er hér með felt. Nei, býða þess. En, til dæmis, er ekki ákveðin tegund af fólki sem svarar Gallup? Hvað það er mig? Það er reyndar ógeðslega góð. Það er svo mikið að breytum að það er ekki hægt að segja eitthvað. Augljóslega, þetta náttúrulega er bara til að gefa einhverja þessi smá vísbendingar. Þetta er augljóslega þetta slum. En ég er að spá í, þú veist, hvað erum við að græða á þessu? Af hverju erum við að giska alls konar hluti? Það er ekki verið að giska, þú færð ofta upp nokkurn veginn skýra mynd. Þú veist, það er einhver skekkja, þú veist, þeir varandi kosningar og dót. Þú veist, þeir gera kannanir. Oft eru kannanirnar mjög líkar. Þær eru aldrei nákvæmlega eins, en eru helviti líkar. Þannig að var hægt að spá fyrir þetta. Þessi þáttur er í heildsinni gisk. Allt sem við gerum. Við gerum ekkert annað en að giska. Nei, þetta er bara af gisk og hérna það heita Gallup á þessu þáttur. Er þátturinn búin að? Já, en ég meina þér á eitthvað lengi. Ég kem alltaf bara svona þegar við erum konur í klukk. Já, að því við glemdum að tala um kaffi og bíflugur sem ég ætlaði að tala um í síðasta þetta. Já, getur gert að vera næsta. Ég heldur ekki komast ekki í það núna, sko. Þetta er náttúrulega svolítið djúpt topic. Okay. Fair enough. Kaffi og bíflugur í næsta þetta. Já, en það er pæling. Vil ég láta fólk vita þér á Spotify, iTunes og það er líka að horfa á YouTube og svona. Við erum á Spotify og við erum á iTunes. Já, og við erum á YouTube og við erum á öllum podcast-uppunum. Þannig að fólk horfi á YouTube, smillefir, og ég sínaði hvað ég var að gera og ég gerur þetta náður. Já, og við liðamótin hjá frúan Kálvan. Wow. Endum bara þarna. Já, geggjað.